Já, við byrjum bara að sjá sjónarhornið séð aftan frá áður en við förum í útskýringar með sjónarhornið frá hliðinni. Þetta er þá bara það sem blasir við svipuramanninum eða konunni, það er höfuð og bara annar fóturinn, í þessu tilfelli hægri framfótur. Og þá þarf að fara inn og sækja hinn. Já, og þá frá hlið, það sem að sést á hérna er að það er annað vinstri framfóturinn er ekki kominn út af því að hann er ekki réttur og hérna er öxlin á lambinu og hún rekst í botninn á mjaðmagrindinni. Þetta er mjög algeng ástæða fyrir því að afkvæmi kemst ekki aftur úr móður sinni. Og þá, þegar það þarf að sækja þennan framfót sem að kemst ekki í gegn vegna þess að hann er krepptur og rekst í mjaðmagrindina, þá þarf að fara inn með hendina til að sækja fótinn. Þá er bara farið inn og farið meðfram og að sjálfsögðu er það misjafnt nákvæmlega hvernig á að gera það til að búa sér til pláss. Oft er þá gott að ýta kannski lambinu örlítið tilbaka, koma öðrum puttanum bak við liðamótin, lyfta þeim upp, lyfta upp fætinum sem við verðum að sækja til að skapa sér sem mest rými. Toga helst eingöngu í hann. Þá eru báðir framfætur komnir fram og þá má draga lambið út. Og svo ég sýni nú aftur, svona það var sem þetta líkamsstaðan á lambinu. Þetta var að rekast í mjaðmagrindina og það sem að gera er þá að fara inn og auðvitað ræði maður hvaða fingur er notaður. Ég notaði löngutöng, tók og lyfti herðablaðinu sem myndi auðvitað gerast meira í lifandi lambi. Lyfti herðablaðinu og þá gat ég togað fótinn sem að krepptist þá auðvitað með, togað hann svona og rétt úr honum og lambið út. Hér vantar fótinn. Já.
Já, í þessu myndskeiði má sjá gott dæmi það þolinmæði sem þarf stundum að sýna þegar að lambið hjálpað í heiminn, en Einar bóndi varaði sig á því að byrja ekki að toga í fæturnar fyrr en hann var öruggur að hausinn væri kominn upp í mjaðmagrindina og myndi fylgja með. Bara eitt sko. Já. Teka mig lite. Já. Já, hér finnur bóndinn fyrir því að það hausinn sem kemur fyrst og tekur það ákvörðun að hausinn sé komið það langt að hann hafi ekki tíma í annað heldur en sækja bara einn fót, þannig að hann sækir fótinn og dregur svo lambið út. Hér má benda áhorfendum á að bóndinn að toga í vinstri framfót lambsins og þá að toga í hann til hægri. Engin vandamál, bara lausnir. Glæsilegt. Ekki annað í þessari. Nú já, þetta ferðalambið. Þegar maður hjálpir aðeins niður, þá kannski aðeins losnar það uppi. Tekur maður upp, þá tekur maður í aðralöppinu og tjóðar aðeins meiri löppinu heldur en hausinn. Lyftir því svona upp sko. Og lyftir því og þá oft bara sleppur sko bara, það er nefnilega bara öxlinn sem er að koma upp og yfir. Þá fyrir dettur hún svona og í. Þá bara lambið laust. Já, eins og við sáum í myndbandinu hér á undan, þá vantaði annan framfótinn og það er staðan sem við sjáum hérna. Reyndar þetta í spegilmynd. Í myndbandinu á undan vantaði hægri framfót en hérna vantaði vinstri framfót. En þá bara gerum við þetta, við erum öfugt
við það sem bóndinn gerði en sama aðferð. Og það sem hann í rauninni hugsar að því að lambið er stórt eða hans hendur of stóra, þannig að þá getur hann ekki nota aðferðina sem felst í að fara meðfram og sækja fótinn. En það sem hann gerir þá í staðinn að þegar hann er að toga, að þá togar hann þennan fót í þessa átt, að togið er þá sirka í þessari línu og heldur höfuð líka, og það tilgangurinn með því er að fá örlítið vinda örlítið upp á lambið svo að þessi öxl fái aðeins meira pláss sem er í boði hérna fyrir ofan. Já, nú ætla ég að sýna nokkrar mismunandi stöður sem geta komið eða orsaka það af hverju það kemur ekki annar fóturinn út, og þetta getur náttúrulega fóturinn verið beygður á mismunandi stöðum út af því að lambið er náttúrulega með fleiri en ein liðamót. Og ég vildi bara til að byrja að sýna að þetta á þá að tákna kjúkuna, eða að hérna er klaufin og þá runni fyrstu liðamótin sem eru beygð hérna. Já, hérna þá sjáum við lamb sem kemst ekki út, og það er þá hægri framfótur og höfuðið hérna, og ástæðan fyrir að það kemst ekki út eða vantar annan fótinn er þá að kjúkuliðurinn eða kjúkan, eins sem ég sýndi hérna áðan, hún er beygð og rekst í mjaðmagrindina, og þetta er þá, skulum segja, svona minna stórvægilegt atriði og ætti að vera frekar einfalt að leysa úr, og þá færi maður bara inn með og myndi krækja með einum putta inn í kjúkuliðin og toga og þannig rétta úr kjúkunni. Og þá er þetta að draga lambið út. Já, þá komum við í næsta lið fyrir ofan sem er þá hnéð, eða sem samsvarar úllinum hjá okkur, en sumir kalla þetta hné. Og þá er til dæmis hægt að fara meðfram og bara krækja hérna bakvið og þannig ná að rétta úr því. En það er eitt svona ráð þegar það er svona mikið, sem sagt, ólíkt þegar þau kannski er bara rétt kjúkan sem er kreft, þá er náttúrulega svo mikið pláss sem að þarf að vera fyrir neðan lambið til að ná að rétta úr því, að það getur hjálpað að rétta úr því aðeins undir að líka, því að plássið er aðeins meira á þennan veginn heldur en alveg beint niður. Þá er hann komin í efsta liðinn sem er öxlin, eða fyrir ofan hné, ef það liggur, sá liður er beygður og fótur liggur aftur með. Að ef það þarf að sækja fótinn eða hinga til, hefur við mestu leyti sýnt þegar að lambið er dregið út á þennan hátt, og þá þarf reyndar að gæta, ef að draga það svona, þá þarf að gæta að því að það er æskilegt að ná að toga hérna í herðablaðið, svo að átækið á fótinn verði ekki of mikið þegar verið að draga skrokkin út. En ef að sækja fótinn á þennan hátt, þá getur það með þægilega aðferð að fara meðfram lambinu. Oftast þarf maður að ýta aðeins tilbaka bara því að það þarf svo mikið pláss við þessa aðgerð. Fara þá aftur með fætinum
og taka klaufina eða kjúkuna. Það er henni, og sama eins og ég lýst áður, að það getur verið þægilegast að fá fótinn svona eða til að skapa sér pláss með því að draga fótinn á undir en ekki beint niður. Og náttúrulega í flestum tilfellum færi fóturinn endur ekki svona eins og gerir hjá þessu líkani hjá okkur, heldur færi hann alltaf svona.